Og áframhöldum með föstudagsþáttinn og nú ætlum við að heyra af sjóböðunum á Húsavík. Hann kominn til mín, Sigurjón Steinsson, framkvæmdastjóri GOC. Já. GOC. GOC. Eða sjóböðin, með ekki alveg kalla þetta sjóböðin. Sjóböðin á Húsavík, sjóböðin alltaf firmanafnið. Já. Og til hamingju með afmæli sem hvað, á morgun? Það á laugardag, já. Morgun, laugardag. Eins árs. Klukkan 2. Já, þið ætlaði að hafa afmælisveislu klukkan 2. Já, það er stefnan. Já. Ég ætlum að vera með smá húlumhæ í ykkur 3 tíma, frá 2 til 5. Já. Og hver dagskráin? Dagskráin svo sem bara opin. Húsavík öl verður á staðnum að leyfa fólki að smakka bjórana sína. Sem að þið hafi verið að selja, það ekki? Við höfum verið að selja, jú. Og ekki miklu lukku. Þannig hann fekk velun, hann var hluta velun hérna fyrir bjórið sín núna. Þetta mjög góður bjór. Hrikalega góður bjór. En hann fæst hvergi nema Húsavík eða hvað? Fæst hvergi nema Húsavík. Það bara einhver stefna svona? Það pressa á hann að fara að framleiða og selja út á land. Já, hann þarf þá bara að skrúa upp magnið kannski. Já, nei, hann er með fullkomna áráttu og vill allt tipp-topp og hann bara gefið sér sinn tíma í þetta. Já, byrja rólega. Og síðan verður karlakórinn hreimur á staðnum líka. Og síðan... Bóni eða upp úr? Sko, það fer eftir hversu vel verður mætt. Ef verður rólegt hjá okkur, sem ég einhvern veginn efa, þá fara þær ofan í, en ef ekki þá verður þær á bakkanum. Já. Spennandi, þið verða með skíluna með sér. Já, við verðum með skíluna með sér. Í nótnatöskunni. Það svolítið þannig. Okay. Og síðan þetta allt saman toppað með honum Helga Björns, kemur og slúttar þessu. Og hann ætlar kannski líka ofan í það? Já, það kemur líka. Fer eftir fjölda? Já, fer eftir fjölda. Hann einmitt að spila á Græna hattinu síðan seinna kvöldi. Já. Þetta náttúrulega svolítið aðstæða þarna við, það svona pallur þarna, þú veist. Er ekki það sem að fólk reynir að vera undir þakkinu kannski eða? Jú, það er með smá skíknið þarna yfir og það smá skjól þarna. En nú búið að vera í gangi í 1 ár, sjóböðin. Hvernig hefur þetta gengið? Sjóböðin hafa gengið ótrúlega vel. Já. Það fór kannski aðeins hægt á stað eins og við máttum búast. Já. En í dag erum við orðin ótrúlega sátt. Hvað þýðir hægt af stað? Var bara meira og minna tómt fyrstu dagana? Já, svona þess að gengur og gerist bara með fólk vissi ekki af þessu kannski strax? Nei, já, og það tekur alltaf, það er alltaf að tala um að það ekki 2 ár að koma sér inn á markaðinn almennilega. Já. Og núna erum við akkurat að halda upp 1 árs afmæli og þetta hefur farið, við gerum mjög bjartsýnar áætlanir í upphafi og þær hafa allir staðist. Já, ok. En það þannig staðan núna að það kannski þarf að hleypa inn í hollum eða eitthvað svoleiðis? Lendið í því? Það gerist örsjaldan. Það er kannski þegar akkurat stórir hópar eru að koma eða það veðrið hvað best. Já. En það hefur betur fyrir gengið mjög vel að stýra. Við erum með svona tímastýringu á þessu öll saman og það hefur gengið vel að... En sko nú ert þú búin að fylgjast með frá því þetta var bara einhver hola þarna? Jú. Það var náttúrulega upphaflega ostakarið, eða ekki? Jú. Þaðan kemur hugmyndin að gera eitthvað meira, eða hvað? Já, þetta var upprunalega, hugmyndin að þessu, upprunalega, var, ég man ekki nákvæmlega hvað ára var, en það var 90 og eitthvað, snemma 1990 og eitthvað. Þá ákvað hópur á Húsavík-svæðinu að útveða sér ostakar og fara upp í gamla hóli sem hafði verið borað fyrir 20-30 árum fyrr og dæla upp til að sjá hvort að vatnið var jafn gott og Bláa lónið upp á það að gera því að þetta voru menn sem voru kannski með húðsjúkdóma og psoriasis og þess háttar og þeir vildu sleppa við ferðina til Reykjavíkur og vildu prófa að baða sig þannig til að sjá hvort þetta myndi hafa sömu áhrif. Og þessi hóla var þarna bara og enginn að nota hana? Já, hún var of sölt til að vera notuð í... Já, þetta er svona jarðsjór einhver? Já, hún náttúrulega fyrir neðan sjávarmál og það nálægt sjónum. Þetta er 1/3 seltusjávar, en samt með öllum steinunum sem eru á þessum jarðvarmasvæðum. Þannig að þetta er svona bland. Og ostakarið var þarna alveg einhver ár og það kannski ennþá? Já, ostakarið ennþá til staðar, það bara núna lokað fyrir þennan hóp. Já. Og þeir eru bara frekar sáttið það að fá að vera út fyrir sér. Þetta var orðið það mikill hópur af ferðamönnum og þeir koma sér ekki alltaf ofan í. Þannig að þeir tóku svo fagnandi þegar við opnum. Og ertu ekki að klípa því í handlegginn eða þá? Þetta er orðið að veruleika, þetta er ekkert smá flott aðstaða og bara útsýni. Þetta var hannað af basaltarkitektum og byggt af tréspíðunni Rein inn á Húsavík og þetta er bara listavel gert og ótrúlegt mannvirki. Fellur svo vel inn í landslagið? Fellur vel inn í landslagið og ég brosi ennþá þegar ég geng hann inn á hverjum degi því að þetta er stillt hann upp að leið og labbar inn þá eru Kinnafjöllin römmuð inn eins og frímerki í gluggana og með þessi infinity effekt á laugunum þá er eins og þú sért alveg út á
út á kletti sko. Sama trikk svo í sundleginu Hofsós út að synda og þið finnst þú verið í sjónum og þetta alveg sama, þið finnst þú bara verið í sjónum. Það einmitt líka hannað af Basa Dakkisson sumarstöðum. Það var svona, ég meina það sem verið svona version 1, fyrsta útgáfa og hann tóku og fullkomnu þetta síðan á. Og nú annar veturinn eitthvað svona framundan. Dettur þetta ekki aðeins niður svona yfir háveturinn eða hvað? Það alveg kósí að fara þarna í myrkri og snjó. Sko það skiptir ekki máli hvenær hann kemur, upplifunin alltaf misjön. Þannig að á veturnar þá færðu norðurljósin. Og á haustin og vorin færðu sólina að setjast. Og síðan alltaf lýsing hönnu þannig að þú getur hort á norðurljósin og ef það bert úti, himinn ber, þá sérðu alla stjörnur og þess aftar. Og svo vitinn hann að blikkar sko, vitinn blikkar, það gríðarleg rómantík sem fylgir þessu. En síðan alltaf líka eins og það kom upp núna bara atriðum daginn, ég held að einhver hefði slasast ofan í. Það var eitthvað öskur og læti og ég bara, hvað í gangi? Ég stekk út alveg skítræddur, en þá voru allir túrastarnir á bakkanum að horfa út og þá voru hvalir. Hvalatorfa. Já, bara beint fyrir utan. Wow. Og það búið að gera svona reglulega í sumar, því að Skjálfandi náttúrulega stútfullur af löðrandi hval. Og þeir koma reglulega þannig upp fyrir framan. Bara með smá sýningu fyrir gestina. Smá sýningu fyrir gestina. Og síðan sigla skipin líka út. Og það bara, það Og opnunartíminn töluvert langur hjá okkur, ekki? Opnunartíminn 14 tímar á sumrin. Það frá 10 morgna til 12 miðnætti. En á vetuna núna breytist 1. október, þá var frá 12 til 10 alla daga. Og hvað með marga í vinnu til að annað þessu öllu saman? Það svolítið misjandi eftir álagstímum, en við höfum verið, það eru 5 manns á vakt allan á sumrin svona þegar mest lætur. Og allir sérþjálfaðir í hjálpi viljum og einhverju svoleiðis eða hvað? Já, við leggjum rosalega mikið upp á þjónustu líka bara taka vel á móti viðskiptavinnum og fólki líði vel og geti slakað á. Það okkur rosalega annt það að fólk færi brosandi og sátt þaðan út. Heyrðu, og svo voruð þið að fá einhverja svaka fína tilnefningu, segðu okkur frá því. Jú, við erum ótrúlega stolt af því. Það var nú bara fengu það nánast í afmælisgjöf, núna bara í þessari viku. Það voru tilnefnd eða sett á lista hjá Time Magazine yfir World's Greatest Places. Wow. To visit. Þannig að núna erum við efst á lista þar með þess svona stórkostlegustu staði til að heimsækja. Mun það ekki bara, skipta miklu máli upp á aðsókn? Það náttúrulega bara gríðarleg viðurkenning á hversu einstök böðin eru og við erum ótrúlega spennt að sjá hvað kemur út úr því. Til hamingju með það. Og takk fyrir að koma í þáttinn, til hamingju með afmælið og gangi ykkur vel. Já, takk sömuleiðis.